Góðan dag. Við ætlum að ná góðan tökum á Thiele-reglunni. Til þess að átta okkur á henni þá skoðum við umröðunarreglur sem eru rauninni bara talningarreglur og hér enduðum við síðast. Við byrjum hérna á bíóspurningu. Við bara förum hratt yfir aftur. Það er 5 manns ætla að sitja saman í bíó. Hve marga vegur þetta raðum í sæti. Sá sem kemur fyrstur að hefur 5 möguleika á því að setjast í 5 sæti. Og svo næsti hefur 4 möguleika og sá sem kemur þriðji hefur 3 möguleika, sá sem kemur næst síðustu hefur, það er 2 sæti laus, sá sem kemur síðustu verður bara að setjast það sem laust er. Svo prófum við að skoða þetta, en ef það eru bara 3 sæti, hve marga vegur er þetta að raða 3 af 5, það er bara því sem komast að og 2 verða frá að hverfa. Og teljum á nákvæmlega sem hátt, við verum bara að hætta fyrr. Þannig að fyrst hefur 5 möguleika, hann kom hingað. Næst hefur 4 möguleika og sem kemur þriðji að hefur. Og 3 sætum að velja en þar með eru uppurið. Og það er talningarreglan. Það er 5 hrópmælt og síðan deilt með 2, þeir sem komast ekki. Vandinn við þessa spurningu er sá að það er svo auðvelt að spyrja meira hana. Skiptir röð máli og skiptir röð ekki máli og svo framvegis. Þannig að maður þarf svolítið að vanda hana. Þess vegna ætlum við að taka dæmi sem er auðveldar einhvern veginn átt að sig á og krefst ekki mikill að vangavelta. Það er líkurnar á að vinna í lottó. Við skulum halda áfram þaðan. Ég ætlum að segja bara við fáum okkur lottómiða. Hérna sjáum við dæmi gera lottómiða. Síðast ég fletti þessu upp, þá voru 45 tölur. Það er að segja talninga frá einum 45 og við skulum segja að hér sé vinningsröðin. 2, 29, 34, 13 og 7. Og þetta er svolítið skrítið lottó vegna þess að röð tannanna skiptir máli. Það myndi lítið með stíða það að þó ég væri með sömu tölur og annari röð eða einhver annar með sömu tölur en bara ekki réttri röð. Þá fær hann ekki neitt. Þá viljum við reikna út hvað er þetta að búa til marga lottómiða og ólíkri gerð. Við þurfum einhvern veginn að spyrja spurningana þannig. Hvað eru margir möguleikar? Þá byrjum við svona, allt í lagi. Fyrst, þegar maður setur tölu í fremsta reitið, þá höfum við 45 tölum að velja. Næst hefur maður 44 tölum að velja. Hérna var allir dæmis valinn 2, þá var ekki að velja hana. Og svo höfum maður 43 tölum að velja, 42 og 41 og það er búið. Þannig að nákvæmlega eru þetta 146.611.080 möguleikar á röðum. En svo vitum við að í lottó raunveruleikanum þá eru þessir hérna 2 miðar, eða þessar 2 raðir, þær eru jafngildar af því að röð skiptir ekki máli, þannig eru bara leikreglurnar. Þá þurfum við að velta það fyrir okkur, allt í lagi, þetta eru 140. Ef að röð skiptir máli, en ef að röð skiptir ekki máli og svona miðar eru jafngildir, þá þarf ég að setja inn í þessar vangaveltur. Á hve marga vegu get ég umræðað þessum tölum? Það vitum við. Við vorum að velta því fyrir okkur áðan. Það eru 120 möguleikar sem ég get ræðað 5 tölum upp. Þannig þessi hérna tala, ef að röð skiptir ekki máli, er 120 sinnum stór. Þannig ég deili bara með 120 í þessa tölu hér. Svoleiðis að fjöldi mismunandi raða sem hægt er að búa til er þá þessi hérna 1.221.759. Svoleiðis að maður getur alveg verið viss það að vinna í lottó ef maður bara vill. Í þessu lottó þetta maður bara að kaupa sér 1.221.759 raðir. Það er alveg hægt. Svo getur maður farið og veðjað að gamni sínu við nokkra það að maður vinni stóra vinningin og veðjað bara við nógu marga. Þannig þetta borgir sig. Ég ætla að veðja hérna við Sævar ég vinni næst. Sævar segir nei, þú vinnur ekki. Svo veðjað bara við nógu marga þannig að ég læt út fyrir þessum 1.000.000 miðum en passa bara upp á að stilla þessu þannig að það verði allt í lagi. En ég má alls ekki ruglast þá. Ég verð að vera með gott
Það eru 1.000.000 línur, já. 1.000.000 raðir, já, línur. Sem kallaða línur. En sem sagt, ég get unnið ef ég vil. Þannig að þetta er hægt. En ef maður ætlar nú bara að kaupa eina saumlínu, það er kannski ágætt að kalla það, eða kaupa eina röð. Nú þá er þetta auðvitað líkurnar, einn á móti heildarfjölda mögulegra miða. Og það eru ansi líklega, við sjáum þetta af stigstærðinni -7, þetta er stærðarskráðan hér. Þannig að hvernig er svo táknmálið á bak við þetta? Hérna vantar aðfeldi, og þetta þarf að vera n hrópmerkt, við lagið það bara hjá okkur. En þá er þetta hugmyndin að þessi hérna tala, n hrópmerkt á móti n-k er bara sama talan og komið upp þegar við vorum með 5 sæti laus, 5 sinnum 4 sinnum 3, hættum og fengum 60, en það getur verið þægilegt að hugsa þetta sem, já, sinnum 2, sinnum 1 og deila svo bara með 2 sinnum 1. Vegna þess að í teljaranum stendur núna 5 hrópmerkt og hér er það n hrópmerkt. Og svo höfum við styttingarreglu. En ef að röð skiptir ekki máli, þá þurfum við líka að gera ráð fyrir því og deila aftur með k hrópmerkt. Þannig er ekki talið með. Eins og komist ekki í sæti. Og keyptir ein lottoröð, getum við haft leikregluna hvernig sem við viljum, þá er þetta sem sagt líkurnar á að vinna svona fyrir fram, ein lína. Og ætli það ekki verið 1986 þegar Lotto kom til Íslands. Það skal kannski alveg segja til það. En þá var þetta í fréttum. Steingrímur Hermannsson, sem var forsætisráðherra, hann keypti fyrstu röðin. Þetta þýðir sem sagt að þá eru 32 talningar í boði, eða 32 tölusegir. Við áttum að velja 5. Það fylgir sögunni að Steingrímur vann ekki. En svona fyrirfram, hvaða líkur væri á því að vinni ef hann keypti bara eina röð? Og þetta er skiladæmi og þið ætlið þá að svara því heima. Og við erum að velta bara fyrir okkur svona talningum, þetta kalla kombinatorics á útlensku, af því að við viljum vita hvaðan stöðlarnir í Pascal-þrílínum koma. Og þeir koma með svona talningum. Það er nákvæmlega það sem gerist þegar maður margfaldar upp á svikum. Hér er dreifireglan, svona skoðan aðeins. X plus y er liðastærð í öðru veldi. Þá skrifum við sem x plus y, sinnum x plus y. Og hvað þýðir þetta? Já, við getum beitt dreifireglu fyrst, til dæmis margfölduð x plus y við x og síðan x plus y við y. Og þá er þetta næsta skref sem við tökum. Og svo margfölduð aftur upp úr svigum, eða beitum dreifireglunni bara aftur. Og þegar við erum að vinna með tölur, þá höfum við víxlni hér, xy er sama og ix. Þetta gildir ekkert alltaf. Þegar við skoðum fylki þá. Ef x og y væri fylki, þá gildir þetta almennt ekki. En þar sem að xy er sama og ix, þess að þetta skiptir ekki máli í hvaða röð maður margfaldar tölurnar, og almennt eru aðgerðir ekki víxlnar, ef við lítum að þetta væri einhverja aðgerðir, eitthvað sem við hlutum að gera, hvenær við gerum og hvernig við gerum hlutina, skiptir máli í hvaða röð þetta er gert. En hér fáum við allavega xx, xy, ix og y. Og þetta getum við tekið saman, við erum þá með 2 svona stykki, þau eru alveg eins, út af víxlreglu. Og nú getum við talið. Hér fáum við 1xx, 2xy eða ix og 1y. Og þetta skrifum við þá svona. Nú erum við að telja hlutina sem við fáum. 1, 2, 1. Og svo kunnum við náttúrulega þessa reglu aftur og bak og áfram. En svo höldum við áfram. Er einhvern veginn hægt að segja til fyrirfram, ef þetta væri nú ekki endilega öðru veldi heldur þriðja veldi, eða almennt endaveldi, hvernig stuðlarnir sem standa við margliðurnar, og köllum þetta líka einliður, hvernig þeir verða. Og það er ekki annað en að prófa sig áfram, það er alltaf sama sagan, maður þarf að prófa. Og við byrjum bara, og ég ætla að hafa þennan lið hérna bláan til þess að fylgjast með, til þess að rekja okkur eftir því hvað verður þessa bláu. Þannig til einhvern veginn falla bara í, kramið. Nú, x plus y í þriðja. Hér skrifum við þetta á þennan hátt vegna þess að við viljum nýta okkur þá vitneskju sem er komin.
Og við höfum þá hér x plus y allt saman í öðru veldi. Býðum aðeins átekta hér fyrir utan. Og þetta gerðum við áðan, sýnum þetta snöggvast aftur. En núna höfum við sett þetta allt upp sem liðastærð 3 liði og nú ætlum við að margfalda inn í og við beitum dreifireglu. X plus y allt saman á xx, x plus y allt saman á 2xy og x plus y allt saman á y. Og þá beitum við dreifireglu aftur. xxx, xxy, 2xyx, 2xy, með svo blái, og y. Svona. En af því þetta eru tölur og af því að margföldun er víslin, þá getum við litið til dæmis á xxy sama, það er hérna náttúrulega, hérna þarf ég að vera fyrir. Ég er hérna með xxy og hérna er ég aftur með xxy og ég raða þessu bara upp í stafrófsröð því ég má það. Þetta hér er þetta er að sömu gerð og þetta hérna og hérna sjáum við það. Þess vegna er ég með 3 stykki af þessu. Hvað er með hér? 2xy, hérna er ég með yx og ég raða þessu þá bara upp í stafrófsröð. Þannig ég er með 3 af þessari hérna gerð. Þá fáum við 1 svona og við skrifum þá með veldareglum x í 3. Þetta er x í öðru og y, 3 svoleiðis og hérna er önnur villa. Þannig að fara að laga þetta skjal. Hérna hefur verið 3x y í öðru, lögum þetta. Og síðan er y sem er y í 3. Og síðan ætlum við aðeins að rifja þetta upp og skila niðurstöðum. Og reyna að sleppa ekki einu skrefi. Bara gera þetta allt saman slavískt. Það er bara þannig sem við lærum. Og þegar við ætlum að margfalda x plus y fjórðaveldi, við erum sem sagt með x plus y, sinnum x plus y, sinnum x plus y, sinnum x plus y. Þið heyri hvernig ég set svígana utan liðastærðina bara með raddblænum. X plus y. Heyri ég hvernig svígarnir hjúra sig upp á tölunum. Að nú megum við nota það sem við erum búin með. Við erum bara búin með x plus y í 3. Þannig við megum bara nota hér og nú er þetta rétt. Veldisvísirinn hér á í-inu er réttum stað. Þannig að við megum nota þetta en síðan verðum við að taka hvert skref og klára og við viljum sjá talningaregluna fæðast. Við viljum sjá hvernig liðirnir raðast upp. Og svo höldum við áfram og gerum þetta nákvæmlega eins fyrir 5. veldi. Hér er verkefni 3. Þá var náttúrulega ekki að skila því, en sjálfsögðu þá slær maður alltaf svona kóðum inn í MATLAB hjá sér og segir hvað er að gerast. Og við notum MATLAB til þess að sannprófa það sem við höfum verið að gera. Fyrst gerum við þetta svikalaust og svo notum við eitthvað tól til þess að sannfæra stöðunum gert einhverjar smá villur á leiðinni. Nefn hvað að þegar við sláum þessu hérna inn, þá smíðum við hér hvað táknbreytur, x og y. Hér smíðum við talningarunu frá 0 og upp í 5. Þannig að talningarunun öll kemur hér sem veldisvísir. X-band þýðir margfaldur upp á svigum eða liðaðu. Þannig að hún gefur okkur allar þessar niðurstöður sem við vorum að skrifa niður. Og þetta er þá bara til að sannreyna rétt sér reiknað í þessu skiladæmi hérna númer 7. Og það er ágætt venja að hafa MATLAB alltaf opið hjá sér þegar maður er að reikna. Maður gerir þetta í höndunum, missir ekki að mikilvægri þjálfun eða æfingu eða skilningi og svo erum maður að læra að nota græjurnar og þannig er best einhvern veginn að læra að nota MATLAB. Hafa það bara opið, hafa það hjá sér. Það er vinur okkar. Svona, byrja með þessu MAT. Nú, ef þið setjið síðan hér er síðan smíðað lítið forrit sem heitir P, það er skilgreint hér. Þetta hérna kemur núna í staðinn fyrir allt þetta hérna.
Og þetta þýðir hér að við höfum bara að setja þá, ef við skrifum þetta næst bara til dæmis á ljóran eða skipanargluggan, að þá kemur náttúrulega bara einn í stað fyrir Epsilon og reiknar þetta fyrir okkur í tilvíkinu því ég er einn. Og horfið þið bara á þetta og njótið lífsins. Og hérna prófið það sama, hér látum við -1 koma í stað í. Svona er best að læra á græjurnar. Nú, síðan ætlum við núna að nota niðurstöður og skilja þetta með 7 eða nota viðeigandi línu í Pascal-þríginum. Til þess að reyna að átta okkur á því, við erum búin að skilgreina tvíliðstöðuna, hvað þetta hérna þýðir. Við sjáum náttúrulega, við þurfum að horfa á samhverfur. Hér erum við með liðastærð, öll í 5. veldi og þessi þægilega rakning birtist okkur. Við fáum x í 5, x í 4, x í 3, x í 2, x í 1 og x í 0. Sem er 1. Og hér erum við tilbaka í 5, í 4, í 3, í 2, í 1 og í 0. Þannig að summan sem birtist hér á veldisvísunum verður alltaf að vera 5. Það sama tala birtist hér. Og þessi formúla er svo haganlega gerð að hún passar akkurat við talningarnar sem við vorum að setja upp áðan og þær koma til dæmis úr svona vangaveltum eins og við vorum að skoða í lottóinu. Og hér kemur þessi þægilega talningarröð 0, 1, 2, 3, 4, 5 og þetta gefur okkur nákvæmlega tölurnar sem er í Pascal-þríginum. Og svo gerum við þetta bara. Ég skrifa nú bara hérna upp, bara svo ég sé alveg vissum í áttum af verkefninu. Til dæmis hvað er 5 yfir 0 og ensku mælandi segja 0 choose 5. Þetta er semst að velja ekkert ef 5 er í boði. Það er bara að hugsa hérna þannig. Á hve marga vegu get ég valið ekkert af 5. Hérna mæti í huppu og ætla að fá mér ís. Það eru 5 tegundir til og ég ákvað að velja ekki neitt. Á hve marga vegu get ég gert það? 1. Sleppa þessu bara. Yttir. Og stærðfræðin verður einhvern veginn að vera sett upp þannig að þetta gangi upp allt í lagi. 5 hrópmerkt. Þetta segir ég hef náttúrulega upphafi 120 möguleika á því að velja ísinn. Svo bara fer allt í fár hjá mér. Þetta er allt of mikið. En ef að röðskiptir, já. Þannig að þetta er tvíliðstöð að komið hér ef að röðskiptir máli. En ég ætla nú að borða alla 5 ísana og mér er alveg sami í hvaða röð ég kaupi þá. Þá verð ég náttúrulega að gera ráð fyrir þeim möguleika líka. Þannig að stærðfræðin segir mér að þetta verði bara einn möguleiki sem ég get valið að gera ekki neitt. Allir saman hvað ég gerir í boði. Ég bara slekka sjónvarpinu. Nú er ég komið þangað. En á hve marga vegu, skulum við breyta dæminu. Nú voru 5 ísar í boði í huppu. Og ég ætla bara að fá 1. Ég ætla bara að fá 1 ís af 5. Hvað viljum við að koma út? Á hve marga vegu get ég valið 1 ís? Já, það verður að vera 5. Það eru 5 ísar í boði, já vel ég. Ég verði að hafa 5 möguleika. Til að 1 hér. Og hvað segir stærðfræðin? Þetta er 5 hrópmerkt. Jú. Það var alltaf að fækka möguleikunum hérna fyrir ekki. Ég var með gömlu tölurnar inni. Sem sagt 1 hrópmerkt, það er 1. Og svo á hve marga vegu, það er 4 hrópmerkt. Vel ég ekki tiltekna ísa. Það er 4 hrópmerkt. Og í stað fyrir að reikna hérna upp úr teljara og nefnara, þetta er 120 og þetta eru 24, þá nota ég þessa þægilega reglu að 4 hrópmerkt er þáttur í 5 hrópmerkt. 5 hrópmerkt er 4 hrópmerkt, sinnum 5. Og þess að ég þarf ekki að
Ég get skrifað þetta 5 sinnum 4 hrópmert. Hér ég ás og hér 4 hrópmert og 4 hrópmert 24, þannig að þetta styttist út og það passa við það sem við vildum að gerðist. Jafnan stilt upp þannig eða formúlan tvíliður stuðullin að þetta gangi upp. Róm 1, en ef ég nú vil að kaupa 2 ísa af 5 í boði. Við getum náttúrulega bara parað. Hvað til? Það til gamall ís, sem er eina búðin sem ég fer oft í. Það til gamall ís, hann svona lítill rjómi í honum, ég fann mér hann aldrei. Svo til rjómaís, feitur og fallegur. Svo til með svona ljósri dífu. Dífi 2 stundum. Og ég ætla bara að velja hann þannig að þetta er búið. Nei, við erum að velja 2, það eitthvað með okkur. Og svo til með svona dökkri dífu og svo sleppa dífum. Það kannski ekki gott dæmi vegna þess að við verðum meðal bara að einskora okkur feita ísinn og setja kannski bara 5 dífur möguleika á hann. Ákveð marga vegu getum við valið 2 sortir. Og þá náttúrulega bara stillum við öllum möguleikum og við fáum hvað. Fyrst höfum maður 5 að velja. Ég vel bara 5. Ég hef 5 möguleikum að velja, við leita þeim. Það eru 4 möguleikar eftir að ég má ekki kaupa sömu tegund eftir, það eru leikreglunar. Og hvað hef ég margar? Hvað hef ég margar möguleikar? Það er 4. Þannig að ég skoða þetta allt og stillu þessu upp. Ég fyrst hef ég 5 möguleikar og síðan hef ég 4. En nú er ég hættur. Þannig að það er bara 20 möguleikar, ég ætla ekki að kaupa alla tegundir. Aðtöfum hvað þetta stærðfræðin gefur okkur 4. Ég ætla að setja núna 2 hér. Ég ætla að velja 2 af 5. Það stróka þetta út, svo ekki kroti ég eitthvað gamall. Tvíliðurstöðlin bara smíðaður handa okkur þannig að það verður auðvelt að reikna. Allt í lagi. 5 ísar í boði. Og 5 hrópmert þýðir ákveð marga vegu get ég raðað 5 ísum í hvaða röð sem vera skal. Það eru 120. Engan okkur því. Það höfum við bara út. Og við erum að velja 2, það eru 2 hrópmert. Hvað sleppum við því að velja marga? Við sleppum því náttúrulega að velja 3, þeir eru ekki með. Það verður nákvæmlega sama talan og skiptir upp fjölda umræðana. Gerir þetta þannig að röð skiptir ekki máli. Og svo verður við að reikna 5 hrópmert. Ég ætla að skrifa það núna sem 5. Sinnum 4, ég skrifa þetta bara allt út, sinnum 3, sinnum 2, sinnum 1 og það er best að skrifa út 1, sinnum 2 og 3, hrópmert 3, sinnum 2, sinnum 1, bara til að sjá að þetta styttist allt út, þristur á móti þrist, þristur á móti tvist og 1 á móti 1. Við fengum 20 áðan, af hverju fengum við 20? Stærðfræðin segir hérna, allt í lagi hérna 5 og hérna 4 og 2 gangi upp í 4, þannig að þetta er 5 sinnum 2. Þannig að stærðfræðin segir, það eru 10 möguleikar, ekki 20. Af hverju fengum við 20? Það eru 10 möguleikar. En af hverju heldum við að vera 20? Við glemdum bara einu. Að í tvíliðurstöðlunum er fólgin svo hugmynd að röð skiptir ekki máli. Þess að það er víxlaregla. Þannig að 20 möguleikar ef að í þessu ístæmi. Þess vegna kem ég alltaf að því aftur að skipti máli hvernig maður segir frá hlutum. Fyrst voru bara 5 ísar í boði. Leikreglurnar voru settar þannig að ég má ekki velja sömu tegund aftur. Það voru 4 tegundir eftir. Og hver marga vegu get ég valið mér 1 af 4, það er 4. Svo kemur margföldunarreglan. Sem sagt, ég get gert þetta á 20 vegum. En þeir eru færri af því að fyrir hvert val á einum, það velja annan, svo skiptir ekki máli í hverju röð ég vel. En það er ágætt að gera þetta svona, aðeins að spyrja spurninga og velta fyrir sér, hvað er tvíliðurstöðlin, hvað gerir hann og eigi eitthvað dæmi. Lottóið er að mörgu leyti ágætt að hugsa það er allt svo klift og skoðað. Sjáðu hvað ég er að fara. Stundum eru spurningarnar ekki alveg skýrar. Af því við getum skilið hlutina á fyrir neitt nátt. Þetta er þá bara meginreglan sem við notum upp aftur og aftur.
Við skrifum sem sagt með svona sviga og þetta þýðir n, lesum þetta n yfir k, það þýðir ákveð marga vegu, getum að valið k hluti af n og röð skiptir ekki máli. Það að segja víxlreglan kom fram. Og þetta jafnan eða stæðan. Þannig að nú kemur þetta í staðan fyrir allt þetta hér og þetta kallast tvíliðustuðullinn binomial coefficient n yfir k. Og svo ætlið þið að hafa þetta bara sem verkefni, það er að æfa ykkur að reikna bara upp úr þessu og sjá hvernig þetta gengur aftur, hugsa aðeins það, hvað gæti þetta átt við í einhverjum raunveruleika. Það er alltaf ágætt, aðtók að maður finnir sér ekki einhver dæmi sem maður getur tengt við. Í MATLAB er þessi skipun til n choose k og þá setur maður n hér, tvistum hér til dæmis, við viljum láta MATLAB reikna þetta út fyrir okkur til þess að bara aðtók að þau reikna rétt. Svo er það tvíliðureglan að hún segir í staðinn fyrir að margfalda upp á svigunum, þá getur hreinlega að skrifa út liðastærð. Hér höfum við tvíliðustuðulinn, svo gætum við því að hér höfum við, hér er x og y, summan af því og hér höfum við margfeldið x og y og við horfum á veldisvísina, summa þeirra er n. n mínus k plus k er n. Hér náttúrulega gæti maður því að maður reynir alltaf að stytta út áður maður margfaldar, það er bara vinnusparnaður. Ef við lítum til dæmis á ákveð marga vegu get ég valið 1 af 4, öðru skiptir ekki máli. Og þá setjum við hérna inn, allt í lagi, það er fjarki hér og ásinn kemur hérna. Hvað mikið skilið eftir? Það er það 3, 4 mínus 1. Tökum til, þetta er 4 hrópelt á móti 3 hrópelt. Við margföldum ekki upp og segjum, þetta er 24 á móti 6, heldur styttu út 6. Hér er sýnt. Þannig að þetta eru 4 möguleikar. Þannig við gerum þetta. Fyrst, hérna bara verið að segja frá aðferð, hvernig gerum við þetta. Svona í huganum, eða þegar við vorum vön. Þá reiknum út tvíliðustuðullana, þeir eru 1, 4, 6, 4, 1. Aðeins aðtóa hvort það passi ekki. Efsta hæð, 1 í Pascal-þrínum, þegar n-ið er 0. Næsta hæð, 1, 1. Alltaf ásar á hornalínunum. Svo sögðum við 1 plus 1 eru 2 og 1, 1, 3, 3, 1. Hér er n-ið 4. Það er gott ég fái ekki 1, 4, 6, 4, 1. Þetta passar. 1, 4, 6, 4, 1. Fínt er. Og þá veit ég það að ég get hreinlega að raða þessum tölum upp. X í 4, ég ætla að sýna í 0-veldi. 4, 3, öðru, 1, 0, það er x-in, það er tilbaka 4. Mikið er þetta leiðin. 3, þessi 4 eru 3. 4, 3, 2, 1, 0. Og þetta eru tölurnar og við þurfum bara að koma þeim á það fór sem þekkjum betur. Svoleiðis að við getum í rauninni reikna þetta beint upp úr svigum, við erum búin átt okkur á tvíliðustuðullunum án þess að margfalda upp úr. Við gerum það fyrst. En síðan kunnum við þetta. Og að þið hjálpið mér nú bara hérna á blaðinu x plus y í 15. Hvað erum við lengi að þessu? Ef við að taka kannski eina röð á Pascal-þríninu fyrst saman. Þetta fáum við 1, hér fáum við einhver, 5, hér, 10, hér, 10, hér, 5, hér. Og þá erum við ekki lengi að litlu. Við erum þá x í 5, x í 4, x í 3, x í öðru, x í 1 og x í 0. Ég ætla að skrifa það. Svona, kemur ég sér ekki fyrir. Og x í 0. Það er 1. Svo tilbaka. Epsilon í 5. Epsilon í 4. Epsilon í 3. Í öðru. Í 3. Og
fyrsta. 1 + 4 eru 5. Og í 0. Svo getum við sett plúsana. Skilum þetta smá pláss fyrir stuðlana. Og nú vitum við hvað á að vera hér. Kannski munum við þetta bara ás hérna. Hvað var hér? Það er 5. Hérna. 10. Hér. 10. Hér. Þessi 5. Og hér. 1. Ef við skoðum aðeins huppu aftur. Og ég ætla að kaupa 2 ísa af 5 með þeim leikreglum sem að vera að setja upp. Það er bara 5 í boði, maður bara velja 1 af hverri tegund og það skiptir ekki máli í hvað ég gleypið og í mig. Það er bara 2. Kem síðan daginn eftir og skaplega voru þetta góðir ísar. Og hvað komist að þetta væri margir möguleikar? Það er bara 2. Já, og svo að því röð skiptir ekki máli, það var 10. En á morgun ætla ég að kaupa 3. Hvað er það margir möguleikar? Ég hef 5, að velja 2 af 5, það er með þessum leikreglum 10. En að velja 3 af 5. Sleppi 2. Það verður að vera sama tala. Að ég get alveg hugsað þessu svona, í dag ætla ég að kaupa 2. Ákveð marga við get ég sleppt í að kaupa 2. Gift, það er að segja sleppt í að kaupa 3, ætla ég að segja. Það verður að vera sama spurningin, ég vel að kaupa 2. Það er jafn margir möguleikar á því ákveð marga við get ég sleppt í að kaupa 3, en ég verð að kaupa 2. Þannig að er ekki einhver samferða spurningunni, ég ætla að kaupa 3 daginn eftir, en sleppa að kaupa 2. Það verður að vera sama tala. Þannig ef ég ætla að kaupa 3, þá eru líka bara 10 möguleikar. Ef að reikna, með 5 ísa, ég ætla að kaupa 2. Með leikreglunum. Það er 5 aðfeldi, að kaupa 2, sleppið að kaupa 3. Eða geta bara ekki. Má það ekki með pening fyrir því. Og þetta sögðu við að væri 10. Það er þessi 10 hérna, já. Þessi hérna. En daginn eftir kem ég og vel 3. Þá fæ ég 5 hópmert, vel 3, sleppi 2. Náttúrulega. Það er ekki sama tala. Það er þá í þessu skilningi, já, þessi hérna. Ef X er að kaupa ís og Y er að sleppa ís. Þannig að þetta verður að vera það saman. Allt í fínu. Og notið tvíluregluna. Við erum reynda búin að þessu. Við vorum að þessu hérna. Svo er það skiladæmi. Allt í lagi. Nú mögum við setja bara hvað sem er inn í staðinn fyrir X og Y. Nú skulum bara setja tölur. Eitthvað sem að víxlast. Setjum X og 1 og Y og 1. Þannig að hér eru 2. Hvað er 2 í 15? Já, þeir eru hérna. Greinlega að skrifa það svona líka. Það er að segja 2 í 15 verður að vera, já, ef ég setja hérna inn í vinstri hliðina, þetta er 1, X í þriðja uppslun í fyrsta er 1, þetta er 1, 1, 1. Þannig að ef ég legg bara stuðlana saman, 4 yfir 0, pluss 4 yfir 1, 4 yfir 2, pluss 4 yfir 3, pluss 4 yfir 4, þá fæ ég 2 í 4 það þarna er. 2 í 4 er 64. Passar það. Hérna 1 pluss 4 pluss 6 pluss 4 pluss 1. Hérna er ég með 5, 24, 2 í 4 það fyrir ekki. Það er ekki 24. Nei, 4 4 er 16. Hérna er 5, hérna er 5, það er komin upp í 10 og hérna er 6. En ég legg þessa allar saman. Þess læt X vera 1 og Y vera 1. Þá stendur hérna 2 í 15. Þá er þetta 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ég hef hérna hvað? 1 pluss 5 pluss 10 pluss 10 pluss 5 pluss 1. Hér er allavega 10 pluss 10, það er 20. Hér er 6 og hér er 6. Þetta er 32. Jú, það er 2 í 15. Þá get ég leikið mér. Ef ég læt Y vera 0 og X vera 1.
þá hverfa allir liðir sem innihalda í. Jú, það passar. Það gefur mig líka 1. Getum við þá einfaldað þetta hér? Hvað er þetta mikið? Ef x er 1 og y er 1, þá stendur hérna bara 1. Þegar við sjáum 1 einhvers staðar, það er margföldunar hlutleysan og margföldast 1 við eitthvað, þá skrifum við hann oft ekki. Þannig þegar við sjáum ekki neitt í margföldun, þá er 1 þar. Setjum 1 hérna, eða x jafnt og 1 og y jafnt og 1, saman hvað við setjum í veldin, n mínus k, og svo k. Jæja, ég ætla ekki að taka á okkur skemmtuninu. Síðan að því að við vinnum með fylki, eða skjárin okkar er einhvern veginn stiltur upp þannig, eða einhvern veginn nútíma sín á lífið að við setjum allt í rétt þetta ramma. Og þess vegna kjósum við að setja Pascal-þríhyrninginn svona upp. Þetta er efsta hæðin, næst efsta hæðin, þriðja hæðin, þannig að við horfum á hann hér. Og svona ger ég þetta allavega þegar ég var átt að með á Pascal-þríhyrningnum, þá setti ég bara tölurnar á taflborð og það er allavega fast í mínum kolli. Pascal-þríhyrningurinn á taflborði, þannig að það er ekki svo stóra tölur þegar maður æfa sig. Þannig að fyrst hefur maður einhvern veginn þríhyrninginn, hann kemur svona einhvern veginn úr sögunni. Þannig að búin að hafa Pascal-þríhyrningi fyrir augunum í mörg þúsund ár. Það er því það er svo eðlilega talningareglur sem sprett upp. En við þurfum að setja allt upp í fylki. Þá þurfum við einhvern veginn að lýsa núna, reyna að fá fram sömu niðurstöður voru með áður. Og mér finnst það eiginlegt að hugsa þetta svona. Þetta eru bara línurnar á taflborðinu. Kallaðar L og það er teljast frá 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 línur. Og dálkarnir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Svo þarf ég bara að þýða þetta yfir á eða úr táknmáli fyrir Pascal-þríhyrninginn. Ég sé núna að í staðinn fyrir að vera í tiltekinni línu í Pascal-þríhyrningnum, þá er ég á tiltekinni skálínu á taflborðinu. Þannig að ennið sem var lína eða hæð í Pascal-þríhyrningnum er núna samantekt af línu og dálk. Og fyrir fast n erum við náttúrulega fastri hæð. Þannig að sérhver samantekt af línu og dálki sem er fasti, þá geti látið L plus D koma inn í staðinn fyrir N-ið í tíliðstöðlunum og þá maður velja annarkvort hér sem hleypur, vera sem sett K. Til dæmis geti hlaupið yfir dálkana. N yfir D eða K, það er svona útreikningur. En ég vil geta gert þetta svona. Ég geta sett þetta svona inn eins og sem réttinda ramma. Þannig að nú setjum við summu hér fyrir ofan. Og ef við ætlum að vera í Pascal-þríhyrningnum, þá er þetta fasti og B-ið hleypur. Svo notum við bara reglurnar. Sem sagt, A plus B. Við erum að velja B af A plus B mörgum. Það er alveg sama hugmynd. Ísarnir mínir 5, ég verði að hugsa það sem, já, eins og ég var allavega að velja, sem 2 plus 3. Þessi 2 plus 3. Á hver marga vegu get ég valið 2, skilja það 3 eftir. Eða á hver marga vegu get ég valið 3 og skilja það 2 eftir. Summuna sé ég hér. Þannig þetta verður að vera það sama, en við höfum aðra framsetningu. Nú getum við nefnilega að nota fylkin og fylkjareikninga þegar við skoðum þá. Hvernig til dæmis færi maður út að þetta hérna sé formúlan fyrir alla tölurnar í línu 1. Þess að 1 plus dálkur. Passar það? Allt til að ef að dálkurinn er 1, það er D jafnt og 0, setjum í þessa formúlu, fæ ég þá 1. Það verðist passa. Þetta er formúla fyrir fyrirgefið þessari línu. Það ruglast nú ekki. Það verður að vera sama formúluna fyrir þessari línu. Þessum dálki. Ef ég set D jafnt og 5, kemur það út 1 plus 5. Já, það passar. En þessi hérna formúla, sem ég fari núna í dálk númer 2. Dálk númer 2. Í línu númer 2. Fæ ég 6 ef ég set inn í þessa formúlu. Við dálk númer 2, þá er þetta orðið þristur hér. Þristur, og þetta er þá fjarki, 3 4 12. Deilt með 2, jú það passar.
Þannig að þessi formúla gefur okkur tölurnar á talborðinu. Fínt, þá komin einhver regla, það er einhver regla í þessu öllu saman. Hvernig reikna ég þetta út? Ég set bara inn í tíluðustuðlinn, nema núna þarf ég að leggja saman lína pluss einhver dálkur. Það var lína 2 yfir 2. Þetta koma nákvæmlega saman út í skrifið að velja d af 2 plus d eins og að velja 2 af 2 plus d. Stendur hérna, bara með víxlefni. Og svo styttist þetta út. Og þess að sjá hvernig þetta styttist út. Hérna höfum við horfum bara á þetta hérna. 2 plus d aðfeldi. Þannig að nú sjáum við tvistinn, nú sjáum við dálkinn sem er látin ósagður. Og ég stytta út aðfeldi d, þannig að ég ætla að rekja upp 2 plus d aðfeldi. Allt í lagi, það er 2 plus d sinnum einu minna, 1 plus d sinnum eitthvað sem er einu minna. Svona. Og það er d. Það ætla að hætta núna, taka núna aðfeldi. Þetta er 2 plus d prófmerkt. Hér er tvistur og hér er d prófmerkt. Það er þetta tvistur prófmerkt. Það skrifir maður ofta ekki margföldunarmerki. En nú fæ ég það sem til var sáð. Það er talningar sem styttast út. Og ég sé núna að þetta er alveg það sama. Kannski byrja að telja 1 plus d, sinnum 2 plus d, deilt með 2. Jú, þetta er rétt. Og við sjáum að það verður til ákveðlega þægileg regla. Hún lítur bara svona út. 1 plus d, 2 plus d, 3 plus d. Ef ég ætla að feta mig hér eftir línu númer 3. Á móti 3 hrópætt sem er 6. Og þessi hérna er líka þægileg. Hún er þá, já, 1 plus d sinnum 2 plus d sinnum 3 plus d sinnum 4 plus d. Og svo styttist d út á móti 4 hrópætt. Bittir, ég verð að fikta í þessu. Ég verð að skoða þetta. Það er eitt tapborð, þá er bara að gera að nota það. Jæja, hér er bara verið að segja þessu. Hérna tók ég línu og paskaði líninum. Hún er svona og ég raði henni hér á tapborðið. Og hér er ég bara enn að æfa mig. Hvernig margfaldið upp á svigum. Ég þarf að loka augunum og reyna að sjá fyrir mér þessa línu hér þá. Hún er hvít. 1, 4, 6, 4, 1. Það er ákveðna samhverfur alltaf. Það sem er ofan þessa línu hér, meginhornalínuna sem ég dró, speglast meginhornalínuna. Þannig að við fáum hér 1, 4, 6, 4, 1 þýndar. Og þetta ætlum við að gera, verkefni 10 og verkefni 11 og skila síðan þessum. Hérna sér lagir þetta hérna dæmi gott fyrir fálhabiraðirnar sem við ætlum að skoða næst. Við ætlum að geta lagt saman óhyggað, það er til dæmis 1 í öðru plus 2 í öðru plus 3 í öðru plus 4 í öðru, alla leiðir upp í til dæmis hvað sem er, 100 í öðru, eða 1 í þriðja plus 2 í þriðja plus 3 í þriðja, alla leiðir upp í 100 í þriðja. Ekki bara til þess að leika okkur, heldur til þess að smíða heildun. Við þurfum á þess að halda til þess að búa til svokallaðs Riemann-summur. Og við gefum okkur viku í það. Nú, margfaldið hér upp úr svigum og sjáið þið að það sem stendur hér í nefnara hverfur, það styttist út. Við erum ekki tóa lengi að þessu. Af því að við erum búin að gera þetta hér og við sjáum hérna er þristur og hérna er þristur. Þannig að við byrjum bara á þessum til dæmis. Við vitum hverju tvílyfstuðlarnir eru. Þetta eru 1 x í þriðja. Svo kemur þristur.
x í öðru og svo kemur hér í staðin fyrir þetta í, þá gefur mér eitthvað furðulegt á, delta x, það bara íð og svo höldum við áfram plus og það þristur, þetta orðið, sem x og svo þetta delta x, lítið það sem sé eina heild, eitt tákn, delta x í öðru, setja hérna ásinn til þess að minna mig á kannski, að veldisvísarnir verða samanræðir að verða 3 og hérna fáum við þá þetta delta x í þriðja. Og svo segir hér taktu hár og hala mínum mínus x í þriðja. Þá líðast eitthvað burt. Hérna er x í þriðja, það fer hér. Þá höfum við bara þessa hérna liði eftir og delta x er þáttur í öllum liðum. Þannig að ég get ekki delta x út fyrir eftir stendur 3x í öðru, skrifum það bara 3x í öðru plus 3x og svo annar þessara þáttar delta x, þetta var skýrt delta x og hér er delta x í öðru sinnum delta x, þannig ég á bara eftir delta x í öðru hér. Þetta notaði síðan hér. Eina sem ég á að gera hérna er að deila með delta x og fyrir mig eitthvað sem styttist út. Og þetta er nákvæmlega það sem gefur okkur heildun, einliðu, fyrirgefið deildun eða differun, eins og þetta var alltaf kallað þangað til að orðabókin komst í það. Og svo höfum við hér notið í sýnidæmin, skoðið þetta. Þetta þýðir bara ef að þetta delta x er hérna 100.000. Ef x er til dæmis 1, þá að verða þessi hérna liði hverfandi. Hvað fáum við hér? 1000 milljónir, 1 á móti 1000 milljónum. Það er einmitt það sem að deildun gengur út á að sýna að ákveðnir liðir eru hverfandi þegar delta x verður nógu lítið. En það hreyfir ekki til þessu fremsta. X í þriðja, svo kannast við þessa reglu afleiða x í þriðja með til x verður 3x í öðru. Fínt. Það er eitthvað sannleikur í þessu. Svo er bara að mynda Pascal-þríninum aftur. Þá er allt komið sem við þurfum á að halda í þessari viku og þið lesið ykkur bara vandlega í gegnum hvert skref fyrir að læra hérna fyrir ykkur og að flýta sér hægt. Við viljum bara skilja hlutina, sitja við, hæla sér í gegnum þetta, finna sér alltaf lítil dæmi, skilja þetta, kann ég þetta. Þegar maður sé MATLAB kóða, þá bara hefur maður MATLAB opið hjá sér að hrípa hann niður. Maður slekkur ofta á svona línunum og keyrir hann hægt og rólega til að sjá hvað er að gerast. Þannig eykst færnin, þannig eykst skilningurinn. Því að þetta verður ekki bara lesið. Þetta er mokstur. Svo sem er duglegur að moka verður góður í þér. Þetta er mokstur. Ákaflega skemmtilegur og leiðum að byrja á því. Þegar við erum búin að velta þessum MATLAB kóðum fyrir okkur, þá höldum við þess áfram. Þessi hérna verður á lokaprófinu, þessi hérna sönnun. Sannið þetta bara. Ég skal sanna þetta fyrir ykkur á mánudaginn, ef þið viljið. En ég vil ekki taka okkur skemmtunina. Berjist í þessu, reynið að láta þetta ganga upp. Ef þið eru stödd hér í hæð N, leggið saman samlíkjandi stök og dettið þið niður í næstu hæð fyrir neðan, hérna á Pascal-þríninum, beint undir þessum, beint undir í þessum skilningi að þarna er allt á ská. 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Þannig að þegar við segjum beint undir þessum, þá við, þennan 1 + 2 eru 3. Hann er í sama sæti í línu.